Erindið mitt fjallaði það hvernig fyrirtæki geta náð fram hagræðingu með robotics tækni. Það tækni sem kemur í staðinn fyrir ákveðna handavinnu sem fyrirtæki hafa þurft að framkvæma með starfsfólki en getur núna framkvæmt með sjálfvirkum hætti í tölvu. Við verðumst vera eftir á í RPA-málum á Íslandi. Við erum svona svona 1 til 1,5 ára eftir til dæmis Norðurlandaþjóðunum. Við erum búin að vera að koma þessari tækni á undanfarið ár, á meðan að kannski Danir, Norðmenn og Svíar eru búin að vera með þetta undanfarið 2 til 3 ár. Ástæðan fyrir því að fyrirtæki ættu að byrja að skoða að sjálfvirknivæða ferlana sína með notkun robotics er að ábatinn skili sér strax. Þetta virkar þvert á kerfi og þetta spara tíma fyrir starfsmenn strax. Ég tel að íslensk fyrirtæki í dag séu að líta mun meira til sjálfvirknivæðingar heldur en áður, sérstaklega í ljósi mikilla launahækkana og styrkingu krónunnar, þar sem mörg fyrirtæki eru að horfa í rekstrarkostnað og þar mun sjálfvirknivæðing ferla koma sterk inn. A global organization like Deloitte really provides a unique experience for our clients. We work with all these different people from different nationalities, with different perspectives, and they're really able to cover any kind of challenge a company has all across the globe. Á viðburðinum okkar þá vorum við með létta og skemmtilega keppni þar sem að við taldum saman 3 reyndum starfsmönnum í reikningshaldi og róbota til þess að sjá hvor væri fljótari að vinna reikninga. Og til að gera langa sögu stutta þá unnu starfsmennirnir í allt 93 reikninga samtals á meðan róbotinn rúllaði upp rúmlega 200 reikningum. Þannig að hagræðingin var augljós fyrir gestum viðburðarins. Ég tel að viðburðir sem þessi geti varpað mjög skýru og mikilvægu ljósi á þá þróun sem er að eiga sér stað í sjálfvirknivæðingu ferla og hún mun hjálpa þeim sem hingað komu að ég tel og íslensku fyrirtækjum að átta sig á því hvaða lausnir eru raunverulega til staðar og hvað er hægt að innleiða núna strax en ekki einhvern tímann í framtíðinni.